Eiríkur Bergmann Einarsson. Já, fyrst segja það að ég í hjarta mínu algjörlega sammála Illuga og Katrínu og Þórhildi þetta mál, en ég óttast að Pavel hafi hins vegar rétt fyrir sér. Það þarf ekki nema 5 fulltrúa til þess að setja inn á þetta auða blað alla gömlu stjórnarskrá. Og þess vegna erum við bæði með gömlu stjórnarskrána og hið auða blað. Það hvoru tveggja þarna inni. Og það sem ég var að reyna að segja áðan, að það formsins vegna þurfum við að leggja þetta svona fram í svona vörðskjali, en ég bið ykkur að hugsa þetta sem 2 dálka, þar sem við erum annars vegar með gömlu stjórnarskrána bara sem viðmiðun, og í hinu dálknum sem við erum þá að vinna inn í, þar eru bara kaflaheiti og ekkert annað. Það hinn auði dálkur. Og þannig held ég að ósk míns, Illuga, Katrínar og fleiri hér inni að vinna með hið auða blað sé varðveitt og hún sé þar inni, þó svo við verðum auðvitað að setja það fram í heildstæðu skjali samkvæmt því sem að þessari hugmyndafræði alltaf sé til á hverjum tíma í þessu ítrunarferli eitthvað sem getur staðið sem heilstæð stjórnarskrá þó við eigum eftir að breyta því. Þannig að veruleikinn einfaldlega sá að ef við myndum meiri hluti ráðsins hérna myndi ákveða að byrja með autt blað í atkvæðagreiðslu sem hér færi fram slíka tillögu og Pavel myndi leggja til að valkostur við það auða blað væri núverandi stjórnarskrá og fengi 4 aðra með sér í liti þess, að þá myndum við enda með nákvæmlega sama blað og hér á borðinu fyrir framan ykkur.